En ekki líka, það náttúrulega ólíkt, fólk ólíkt. Ég tala bara fyrir mig, kannski fyrir þig líka, ég veit það ekki. Svona, ef maður svona intensífu gaur og búin að vera lengi í fight or flight og eitthvað, þá bæði á hugvíkandi efnum, psychedelics, og í einhverju svona alvöru breathwork, svona djúpu sessjóni, þá getur þú farið inn í tráma og getur fengið að sjá tráma og jafnvel skilji eitthvað sem þú hafðir ekki skilja á þér. En fyrir mig það ekki nóg. Svo kemur integrationið og það einmitt kannski meira eins og bara, já, ok. Mæta í yin-yoga 3 sinnum í viku, gera búteiko, allir þessi hlutir sem eru að hæja á þér, fara inn í vefina og það svona eina gæsalappa leiðilega vinnan. Einmitt, það svo sexy að bara það eitthvað að mér, ég þreytur, svo fer ég í psychedelic ferðalag, fæ bara eitthvað rosa slökun, sé eitthvað tráma, þegar ég bara lagaður. Já, nei. Beint tilbaka í sama umhverfi, sama öndunarferð, sama öndunarmynstrið. Allt það sem að gerast innan með þér að kveikið sömu stöðunum var áður, umhverfi allt saman. Þannig að þú segir sko, það tala mannesku sem sér þarna fyrir tækifæri til að segja, nú get ég lifið frá hjartana, sem að mér finnst svo frábært við psychedelics til dæmis og einmitt svona öfluga alvöru öndun sem getur bara verið transformation. Að þá kemst í þannig ástand að þú getur tekið nýja ákvörðun. Nú ég bara búin að sjá hvað þetta snýst, nú ætla ég að ákveða. En það bara að taka ákvörðunina, svo vinnan eftir. Já. Og vinnan við að lifa frá hjartanu getur falist í því að þú þarf bara að lifa rosalega öguðu lífi. Sem bara, þú þarf kannski að byrja að fasta reglulega, þú þarf kannski að taka símaföstur reglulega, þú þarf kannski að, einmitt, maður svona gaur og maður langar bara í ræktina eða gera eitthvað aksjón, eða þú þarf kannski bara að fara í yin-yoga eða yoga nidra, þú þarf kannski bara setjast niður í korter mjög reglulega og gera búteiko sem ekki, það ekkert eitthvað svakalega stimulerandi öndun. Nei, það sért ekki að gera raskat fyrir þig. Og það ekki þetta svar, immediate svar. Nei, og við erum í þessu samfélagi þar sem svo mikill hraði og við viljum quick fix, við viljum töfralausnir og þess vegna náttúrulega erum við komin á þennan stað að lyfin eru einhvern veginn búin að vera bara lausnin við öll í rosalega langa tíma því það bara þægilegt að taka pillu og þú breytir ástandinu. Þú breytir ástandinu þannig að þú verður, veist, þú kemur þér í þú eiginlega gappar líkamann til þess að halda fram að lifa í eitruðu umhverfi. Skilur, það eitruðu umhverfi, það ekkert að þér, það aldrei neitt að þér, þú ert það til sjúkdómar og genasjúkdómar og svona, en það rosa sjaldgæft sem það eitt og sér stjórna lífinu, biology of life, hann talar þetta að, veist, við stjórnum okkar biology með hugunum og reyna hvernig við lifum, þannig að ef við þannig að við erum í þessu, veist, í þessu umhverfi sem nú tapaði punktinu mínum þá tekur maður svona, veist, ég er búin að læra þetta nú finn ég fyrir smá stressi og svona stífleika, þá tekur maður þá gerir maður svona þetta náttúrulega leið líka maður að gera hverju 5 minútna fresti, við tökum ekki nefnilega eftir finnur hvernig þú slakar og þannig kom ekoðum mitt núna hljóma eins og ég veit ekki hvað að tala sko. Og ég fann ég stífnaði og öndunni hjálpa mér að þú upplifir að þú sé stífari þegar þú fyrir að læra að vera breath aware og meira aware þá upplifir þú sér stífari verðilega nei, þú ert búin að þú ert bara að vera meiri tilfinning fyrir hvað þú alltaf verið og þá getur þú fyrst slakað og slökun kemur í stigum, það ekkert slökun og ekki slökun það slökun svo þrep og en það ekkert að þér þú ert ekki veikur og þitt svar og þitt þunglið, þín kvíði ekki að líkaminn eða hausnaður veikur þetta hans náttúrulega heilbrigða svar við eitruðu umhverfi það akkurat sem að gerast og með að taka lyf þá nærði einhvern veginn að manipuleita þessu stresshormón og kerfi með að breyta og opna fyrir reseptor fyrir serotónín og svona þannig að þú nærði að líða betur í disease þannig að þú nærði að fara lengra inn í hóluna í svartnættið og í sársaukann halda því líði betur og þá koma nýjangist, þú fær að vera með fótor, orkan leitar út, þú fær að vera meira svona eins og gæðlegni minn, þegar ég segði bara viss áður fór Nikos, ég bara nú finn ég að, nú verður svona, kemur svolítið svona líf í mig og ég að reyna að læra að vera slakari og að hann sagði já, og það er búin að taka þessi líf og því ég fór að vera bara á móttan og kvelding og svona einhvern veginn og það var jafnvægislíf sko jafnvægislíf? Já, það var jafnvægislífs, manni hvað þetta heitir núna og það átti aldrei út, ég var talin bipolar hvað í F-unni bipolar allan og alltaf bara kerfið mitt var bara í ruglinu skilur og
og hvernig ég lifði lífinu mig og svaf illa og veist, vakti frá 50 degi til sunnudags og jammaði og allt þetta og svaf sinni 3 daga og var að vinna á nóttinni og kerfið mitt var bara út allt og þá átti að lifja mig til að geta fungera betur í sjúku lífi, veist, sjúkri venjum og umhverfi. Og svo hann bara eitthvað, líði vel, ég er svo þöglumeltur og ég gæti ekki fengið svona fullnægingu og náði hann alla upp, rosa gott líf, það var bara rosa mikið hamingja. Og vinur minn sá mig eitthvað í kringlu og hann bara, guð minn góður, þá var þetta bara kikkinn og ég var bara ekki til staðar. Hilmi var bara, gæði var bara dópaður. Þetta átti að hjálpa mér. Og svo ég með svona miklu fótur og þá opnaði hann svona Pfizer penfrið, svona manual frá Pfizer. Aukum aðeins skammtinn hérna, skrítið þetta fyrir svo nýtt liði, sko, og töktu þetta við fótaóriðinni og fótaóriðinni. Ok, búm, hvað þá? Og þá fyrir áhenn, þá bara blokka á henni hérna, heldur hún bara haldi ekki áfram að vaksa og finni síðan leiði yfir eða eitthvað. Á endunum, svo er alltaf fólk komið á 10 mismunandi lyf. Hvernig ætlar að komast tilbaka? Einmitt. Og hvernig, það er enginn að skoða upprunan, sorsið. Þetta er gallin í nútíma lækna vísindum og heilbrigðiskerfinu. Það er þetta quick fix og sorry, heimilislæknirinn veit mögulega voða lítið ef eitthvað áhrif öndun. Er tjekkað á öndunni þú kemur til heimilislæknirinn. Skoðar hann koltvíóxíð, úthaldið þitt, bolskórið þitt, veit hann hvort þú andi kemur munnin eða nefið. Munnurinn filtera ekki, við erum með nefinu erum að filtera og verja okkur fyrir 20 billjón pathogens og drastli sem kemur inn og fyrir kerfið okkar. Nefið er first line of defense til að venda okkur fyrir því. Það hítar upp loftið, það hjálpar okkur að virka þindina, rólega taugakerfið, það hjálpar okkur með auka koldíoxíðmagn í blóðinu, anda hægar, dýpra og vera meira bara tengdu sjálf okkur umhverfið. Og það lækkar blóðþrýsting og það hjálpa með blóðsykur, allt sem vísindurinn sína. En sorry, þetta er sami gapið. Lækna, heilbrigðiskerfið, vísindin. Það átti að fara inn í kerfið, inn í bækunar, inn í kennsluna og svo eru læknar sem voru fyrir 20 ára síðan að byrja að læra og sorry, follow the money. Já, ég bara algjörlega. Ég hljómast þetta og ég á kærustur með læknir og hún heldur mig líka á jörðinni sem er ógeðslega gott. Ég er líka svo þakkláttur fyrir það og við hinni fara svolítið langt. Þetta Þetta er balans, en ég fyndi þegar þú ert að tala, sko, því ég er að tengja við svo margt. Ég mundi allt í hennu núna þegar þú ert að setja mig fótóverina. Að ég var komið með fótóverð og mér var boðið að taka lyf í því sem ég hefði líklega bara átt að vera á forever, sko. Já, en ég fór aldrei í það. En í dag hugsa ég mig bara svona, þetta meikar engan sens. Nei. Eins og segir, sko, þegar þú ert bara upptjúnaður, það er alltaf að rista lappirnar. Ef þú ert einhvern tímann svona, þá er eitthvað issue. Þetta er ekki náttúrulega, þetta er orka, það er óreið og það er eitthvað ónót. Maður sem líður vel, hann er kjur og hann líður bara betur og allt svona, og þegar þetta gerðist, það kom bara eitthvað svona ég vissi ekki neitt, ég bara, nei, þetta er bara eitthvað rugl, gæin er, sorry, hann er bara svolítið stiktur, svo kom seinna frétta, enginn að skrifa upp mikið ritalína á Íslandi svo þessi maður. En hvað myndir þú segja, sko, að þetta er svona að tala hans á máður með 9-11 og þannig að því að, þú ert ekki að ágjöra því að neitt sé að fara að hætta að hlusta. Ef einhver hættar að hlusta, þá er það bara flott. Það er hann að komast í gegnum það bara. Ég er alveg farin að leyfa mér að fara miklu lengra í að tala einhverja svona vúvi spiritual hluti. Já, let's go bara. Því maður hugsar sko, við búum í veruleika, sérstaklega við erum í þessum borgum, í þessum hraða, í þessari efnishyggju, þar sem er allt svolítið svona dens, það er þessi orka sem er bara verið með hennar stóli, þetta er bara fast, þetta er föst orka. Og í líkamanum þá er það einmitt bara svona, það er þetta fysikal líkamlega. En svo þegar maður, ég bara veit, ég heyri það bara á þér að þú hefur upplifað svipað og ég, að þegar þú ert að fara í gegnum einhver rosalega erfið tímabil sem þú samt einhvern veginn nærð að sitja með því, að þá byrja að koma svona rosalega svona subtúl teikn að æðri máttur sé með þér í liði. Sé með þar, já. En maður bara einhvern veginn maður hunsar það bara sem eitthvað kjaftaði. Já. Og þú hugsa maður, það er í gangi alveg heil veröld af svona, ég veit ekki hvort
ég get fundið eitthvað gott íslenskt orð, það var svona subdúl orku sem þú getur ekki verið móttækilegu fyrir ef þú vaknar bara á mótnana og sturtar í því nokkuð og keyrir því í gegnum allan daginn, þá ertu bara að missa af þessari tegunda lífi, sko. Já, það myndi ég segja vibration og tíðnin sem þú gefur á hjartanu, veist, og þetta kallast heart math science og þá að skoða, nú ætlum ég ekki að segja hörsin því ég er búin að gleyma því, en það er búið að mæla tíðni hjartans og þannig þegar þú andar og hratt, þá breytist tíðnin, hún raunur að hækkar. Og það er búið að mæla tíðni jarðar og það sést ef þú andar í coherence breathing sem er eitthvað 4,5 sekundur inn og út upp í 6,5 og þá andar þau svona rólera og þá verður veikust nörfin en að vakastögin virk og þá er tíðni hjarta í sömu tíðni á jörðin og þá er miklu eðlilegra að það opnast nýtt spektrum, að það opnast stærri, awareness á lífið og lífið fyrir að gerast fyrir eins og Jim Carrey, it doesn't happen to you, it happens for you. Og það er ég búin að upplifa því að þá var að hætta hlutir alltaf típist, þetta gerðist og þessi var fyrir mér og allt þetta, þá fyrir allt innum bara að koma græntljós í staðan fyrir rauðljósi á hverju horni, því að þú bara einhvern veginn og einhver opnar hurðina og það kemur bara opið tækifæri þegar þú er komin í tíðnina og það er talað að heimurinn hafi bara consciousness og við erum öll atóm að skiptast út og gangandi og milli og þetta er bara svo magical og það rifjast upp fyrir mig núna þegar þú ert að segja þetta það er svona eitt allra erfiðasta tímabili í mínu lífi þegar ég var búin að vera bara í svo mánuðum skipti vissi ég bara ekkert hvað snéri upp niður í tilverinu og grenjandi á hverjum degi og þunglind og svo er ég í Frakklandi hjá vini pappa míns upp í Normandí og einmitt einhvern daginn svona bara, maður er bara búin að sleppa tökum á öllu, ég var ekki í vinnu og fer hérna einhvern langan göngutur inn í skó og allt í vinnu byrjaði eitthvað að tína eitthvað rusl og ég vissi, það er eitthvað skrítið að segja eitthvað rusl, hver er að henda rusl? Og svo er ég hérna alltaf komið með hendurna fullar af eitthvað rusl og búin að labba nokkra 1-2 kílómetra eitthvað, hvað er ég að gera með þetta? Ég er alveg 7-8 kílómetra tilbaka, ég er ekkert að og þá svona allt í einu, örugglega svona 1 mínútu síðar, þá er svona trjá inn í miðjum skógi einhvers staðar. Það sem er ekkert, það er svona trjástöng og búið að setja svona poka. Það er ruslatunna. Einmitt. Við hendur ruslun og ég set bara svona hendur og segi bara, heyrðu, takk Guð, bara takk. Já. Og svo held ég áfram að vera í þessu svona synchronicity flæði einhvern veginn. Og kvöldið erum við að borða saman og þá er allt komið á borðir og svona fallegu málsar og svona, glemt að kaupa salat, segir hann vinur pabbi mér. 30 sekúndur síðar kemur nágranninn á næsta bæ heyrðu, ég er hérna með auka salathaus ekki vantar eitthvað salat og þá hugsa maður sko til þess að halda áfram í þessu fríkvensi þá myndi maður þurfa að taka eftir þessu þakka fyrir þetta, biðja meira þessu vera opin fyrir þessu af því að svo byrja bara eitthvað að gerast, það er eitthvað aksjón í lífinu og þú fer aftur í þrívítina þá missir þetta bara af því þetta er það fíngert Já, einmitt, algjörlega og er bara, það er alveg trikki í nútíma samfélagi að lifa þannig líf að þú getur verið móttækilegur fyrir þessu af því það er bara svo mikið áreitum að neglast á okkur Mjög trikki, og þú veist með símann við fáum aldrei þetta augnablik til þess að taka þið inn, því að hversu oft leyfu okkur að leiðast leiðast er núna orðið bara svona situr og það er ekkert að gera og eins og núna sé ég bara hvernig þú verð tímaninu með biðstofu gefur rosa gott merki hvernig þú ert að hugsa sjálfa þig ferðin á biðstofu, ég ferðin á biðstofu ég er alltaf með síminu slöktan á en að dataroaming alltaf, ég þarf að fara sérstaklega til að kveikja á því og ég held að síma, þá bara símin verður svona tunnel vision á síman og það kveikir í fight and flight pípið, öppin, síminn er eins og rauðakörfið, hvað maður að segja, en að gettóið og öppin eru dílarinn og svo er klingin og allt þetta, dópið og þetta er bara þannig, þú fær dópamin skot og ég hort á fólk í símann ég horfði á einu stelpu gendur rúðu hvað erum við einhver tíma Hvað heldur að klukkan sé núna? 11 því ég spurði Googlið 11 sjáum hvað gerður Djöfull er þetta að fyndum og ég þarf, og nú finn ég að er hann byrja að hugsa tíman og þá þarf ég að segja það hratt en ég verð að fá bara að vita, erum við með eitthvað Já, sko, ég held ég taki bara símann því að þetta er geggja spjall Þessi þáttur er áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.